Komið sæl. Þá komið að uppáhaldi margra, það að segja orðadæmum. Og orðadæmi felast í því að það kemur einhver texti og oft hægt að setja upp einhverja jöfnu út frá textanum til þess að reyna að finna hvert svarið er. Og það gerum við til dæmis hérna. Og þegar maður fær svona orðadæmi þá skiptir máli að ekki endilega lesa í gegnum allt dæmið eins og maður sé að lesa texta, heldur skrá hjá sér og pikka út upplýsingar úr textanum. Hérna stendur til dæmis ef 63 bætt við töluna x, þá hægt að stoppa hérna og segja bara ok, þetta þýðir væntanlega að ég með töluna x og ætla að bæta við 63. Og svo heldur áfram, þá verður summan sem sagt útkoman þegar maður leggur saman. Þannig að svarið hérna verður þá 154 samkvæmt því sem stendur í textanum. Og svo kemur spurningin, hver talan x? Nú, þetta bara einföld jafna sem við erum búin að æfa okkur í að leysa framar í kaflanum. Til þess að finna x þá dugar okkur að færa þessa 63 yfir. Og við reiknum x jafnt og 154 mínus 63. Þannig að x-ið þá 91. Eða talan eins og sagt í þessu dæmi. Þannig að ekki vera hrætt við orðadæmi, reynið bara að fara í gegnum það og breyta því í jöfnu. Skoðum annað dæmi. Hér dæmi sem er kannski aðeins lengra og við fáum þá jöfnu sem við þurfum að leysa í nokkrum skrefum. En byrjum eins og áðan, við kíkjum á, reynum svona að búta texta niður og skrá hjá okkur það sem er gefið. Ég hugsa með tölu og ég skrifa þá x af því ég veit ekkert hver þessi tala er. Og hvað stendur næst? Ég margfalda hana með 4. Þannig að það stendur 4 sinnum x eða 4x. Síðan dreg ég 8 frá, þá gerum maður mínus 8. Þá á ég eftir, sem þýðir að ég fæ útkomu sem er 12. Og spurningin hvaða tölu hugsaði ég mér? Já, það var þessi tala x og við þurfum þá bara að finna hvað x er mikið. Við leysum þetta í nokkrum skrefum. Það að segja ég færi hérna 8 yfir. Þá lítur þetta svona út. 4x jafnt og 12 pluss 8. Það að segja 4x jafnt og, nú reikna ég það sem er hægra megin. 12 pluss 8 eru 20. Og síðan til að finna x-ið þá get ég deilt með 4 báðum megin. Stróka þetta út hér. Og ef ykkur finnst þægilega að hugsa þetta áfram í þessu hérna að færa yfir, þá getur líka að hugsa að x jafnt og 20 deilt með 4. X-ið sem sagt talan 5. Og þið sjáu að þessi orðadæmi í raun ekkert flóknari en jöfnurnar sem þið voruð að leysa. Helsta skrefi sem þið þurfið að æfa núna er að búa til jöfnu úr textanum. Og ég ætla að leyfa ykkur að gera það. Takk fyrir mig.